Já, komið sæl. Hitatölur voru yfirleitt með ágætum í dag á fyrsta degi októbermánaðar og náðu nærri 16 stigum á Austurlandi í dag, sem var þá hæsti hiti sem mældist þennan daginn. En víða hér sunnan á Vestanlands voru þetta um 10 stig. Og áttin suðlæga mestu leyti og við fengum úrkomu nokkuð víða sunnan á Vestanlands og jafnvel hellidempum tíma eins og hér á höfuðborgarsvæðinu nú í morgun. En í stóru myndinni þá vorum við með lægð bæði hér vestur og norður af landi nú síðla dags og það er svo sem svona fjarlægist heldur til morguns en kortið einkennir svona dálítið af lægðum hvað okkur varðar og lægða komum inn í þessa mynd og hér sjáum við nýja lægð skríða hér til norðausturs. Þetta eru leifar, svona beint eða óbeint leifar af fellibyljum Humberto sem að skrúa sig hér niður sem myndarleg lægð þá á morgun og dýpka enn frekar þegar líður á föstudaginn og ætla síðan að koma hér upp á milli Íslands og Noregs og valda hér nokkuð snarpri en skaminri norðanátt á laugardaginn. Og við sjáum að það svona ef eitthvað aðeins að kólna í þessu hjallana hér vestanlands til morguns. Á öðru liti er engar afgerandi breytingar í þessu kaldur loftmassi hér vestur af landinu en við sjáum að það er töluvert lítið loft að koma með þessum fellibylslegum hér til norðausturs og ná þar væntanlega yfir Bretlandseyjar og jafnvel víðar. Og þegar nær dregur þá sjáum við að það rigndi víða hér klukkan 19 á sunnan og vestanverðu landinu, þurft að mestu norðaustanlands og jafnvel svona rofi skýjahulunni þar og þegar líður á nóttina þá svona rofan og víða til í það verður skúrakenndar úrkoma hér sunnan og vestanlands á morgun og jafnvel sólríkt á löngum köflum á norður og austurlandi og þetta hefur það er förmestri hitatölu verðan og svona nokkuð áþakka því sem að gerðist í dag, vindur svona 5-10 metrar á sekúndu hér vestan til á landinu en jafnvel hægari vindur þegar austan dregur og þá sérstaklega á norðausturhorni landsins þar sem að við fáum væntanlega hitatölur 14-15 stig ef ekki 16 líkt og í dag. Og síðan halda nú þessar skúralengar áfram þessum eftirlifu morgudagsins og það mun síðan smá saman draga úr vindi sem og skúrum þegar komið fram á föstudag. Aðgera lítið veður og er bara fínasta veður víða land fyrirpart föstudags eins og við sjáum hér og sólríkt nokkuð víða og hvað var að hitafarið þá sjáum við þetta er svona mikið til í kringum 10 stigin og svona kalt loft kannski fara að leka meira hér til suðvesturs hjá Vestfjörðum og síðan verður vindátt nokkuð eindregin norðlæg og þéttast þrýstilinu yfir landinu sérstaklega hér austan til og verður jafnvel að sjá vind vera hér á hafin úti fyrir Austurlandi vera að skríða yfir 20 metrar á sekúndu. Það ber að taka þó fram að spár eru ekki alveg með búin að setjast á endanlega niðurstöðu hvað varðar þessa norðanátt. Sumar útgáfur eru með þennan úrkomubakka og nær landi og jafnvel yfir landinu og þéttara þrýstilinu það getur jafnvel orðið enn hvassara ef að sú spá myndi nú ganga eftir en við verðum að sjá betur hverju fram horfið með það. En allan að verður þetta svona staðan miðjan dag þá á laugardeginum hvasst og kviðótt víða hér austan til á landinu hægari vindur þegar vestadregur og sóla mestu leyti sunnan og vestanlands og hitatölur almennt undir 10 stigum og vel undir 10 stigum fyrir norðan. Og síðan allar var öllu rólegra veður í sig þá hjá okkur á sunnudaginn og vissilega getur verið úrkoma svona hér og hvar þann daginn. Kíkjum síðan til Evrópu, það er háþrýstisvæði sem teygir sig hér frá Rússlandi og suðaustur að Íberíuskaga, eðlilega nokkuð gott veður víða á þeim slóðum, bæði sólríkt og svona nokkuð milt og óstöðugt loft hér í suðausturhlutanum, en við sjáum á Íberíuskaganum og þar er hiti jafnvel í kringu 30 stigin syðst á skaganum. Og ætlar að verða öllu meira skýjað á Kanaríeyjum á morgun en hiti þó með ágætum og svona endum við hér þá í Norður Ameríku þar sem að hiti í kringu 30 stig í Suðurríkjunum og fínustu hitatölur þegar við komum hér norður til Kanada sem þetta gott að vera í dag samt, verið sæl.